Þegar við ætlum að finna samnefnara þá erum við að lengja brotin þannig að við fáum samanefnara, það er að segja sömu tölu fyrir neðan strik. Þetta þurfum við að gera þegar við erum að leggja saman almenn brot eða draga frá. Til dæmis ef ég er með almennu brotin hálfur pluss 1/4, þá get ég ekki og má ekki leggja þetta saman fyrr en nefnarinn orðið svo sami. Það ger ég með því að lengja þetta brot með 2. Þá breytist þetta í 2/4. Ástæðan fyrir því ég lengi með sömu tölu því að þá breytist brotið í raun ekki, það stækkar ekki eða minnkar. Því að 2 er helmingurinn af 4 eins og 1 er helmingurinn af 2, þetta er áfram hálfur. En núna er sami nefnari og þá get ég lagt þetta saman og fengið út 3/4. Ef að ég er með aðrar tölur eins og til dæmis 1/5 pluss 3/7, þarna get ég ekki margfaldað aðra töluna þannig hún verði hin. Þarna þarf ég að passa að fara í raun í það sem við kallum lægsta samnefnaran og þetta eru bæði frumtölur, þannig að ég get eiginlega ekkert annað en margfalda hér með 7 og hér með 5. Og þá fáum við 7/30 pluss 15/30. Síðan legg ég þetta saman og fæ 22/30. Og ég get ekkert stytt það, ef að ég get stytt þá ég sjálfsögð að gera það. Síðan eru til flóknari leiðir til þess að finna samnefnara þegar ég er með háar tölur til dæmis. Og það er að frumþáttatölunar, ég ætla ekki að sýna ykkur það hérna, þið getið fundið leiðir til þess. En það er þetta frumþáttatölunar og nota niðurstöðunar og því til þess að finna lægsta samnefnaran.